Bum 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 bum. Bíðum aðeins. Gefum við smá stund. Wait for people to come on. Oh, just give it a minute. Give it a minute. Bum 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 bum. Svona bara. What is? Hæ, og verið velkomin og Grace Church Daily Prayer. Og í dag munum við halda fram í Speki Salamon og við erum komin á 16. kafla í Salamon. Egyptum refsað, Ísraelsmönnum bjargað. Það 16. kaflinn sem við förum hér yfir í dag. Wisdom of Solomon, chapter 16. Egypt punished and Israel saved. That is the name of the chapter today that I'm going to read for you. So. Velkomin á Sveinbjörn. Velkomin á Skunur. Okay. This is ready, and this is ready. Ready. On this beautiful Monday. eins og ávallt þá ég alltaf svolítið
seinni útsendingar. En það bara svoleiðis, eins og Immanuel Jesúa vill hafa það. Í hans heilaga nafni, amen, 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 and everybody say amen on this beautiful Monday. Og allir segja amen og þessi yndislega Monday. Óskar, frændi, ég elska þig. Góð kvöldið. Guðni Jóla og friður og verið velkomin hér á. Yndislegt að sjá ykkur. Og gaman að fara svona í gegnum orðið þegar maður er að lesa svona í orðinu þar í svona bréfunum sem voru teknar úr Biblíunni og fara yfir þau. Og þessi guðlegu rit sem einhver maður ákvað að segja var ekki guðleg. En það svolítið asnalegt þegar að þessi rit voru samþykkt í byrjun sem guðleg rit og svo koma menn 1500 árum seinna og fara að segja að þau séu ekki guðleg og fara að taka Immanuel og Jesúa sem þýðir Guð er með oss og sem þýðir Immanuel, Guð er með oss og Jesúa, Drottinn blessar. Þessi tvö nöfn eru í sameiningu, Immanuel, Jesúa. These two names are together. God is with us, and the Lord blesses us is Yeshua, the meaning of the names. So we got the meanings of the names right. And this was the name that our Lord, Yeshua, went on the cross for us to save us. That's why, and He is God, and they are trying to depend on where you are, and if you are in Orthodox, the west side of Orthodox, then it's like there is just the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. And then you got the other things that they are splitting God into three pieces, and this is what they did, and they are trying in some churches to say like that Yeshua was a man, and no, he was Immanuel,
Yeshua, because God is, Emmanuel means God is with us, and he walked the earth, and he went on the cross and he saved us. That's why he got this name, Emmanuel Yeshua. And that's why the meaning of the name is this. But like God tells us, like Emmanuel taught us, that we have to watch out for the man. He's gonna try to change things, and we have to watch out for this. This is what God shows us, and God is much smarter than the man, so you can always read in the scriptures that we are talking about God, but they are choosing things for you to read that so you miss the thing like God. This is God, and that's what he had to be. He had to come as a person to be able to be with us, because he could not come in his image, and because he's a spiritual thing, and he's a light, and he is love, and it's a different. It's not this body made thing, so he could not come to us as he is, so he had to come to us as a man, and that's what he did, and that's Emmanuel Yeshua. He taught us everything about how to read the Bible, because he talks in parables, hann talar í dæmisögum, og yndislegt að sjá þig, Pál, yndislegt að sjá þig, elsku vinur minn, og mættur, yndislegt, og megi Guð blessa þig, og ég biðja fyrir Palla vini mínum, hann biðja Emmanuel Yeshua að blessa hann og mæta honum og lækna hann í Emmanuel Yeshua nafni. Amen. 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 Guð bjargar. Hann bjargar okkur. Og ég er með nokkur nöfn hérna sem ég ætla að byrja stundina núna. Faðir, ég bið að blessa þessa stund. Ég bið að koma inn í hjörtu þeirra sem að hlusta, inn í huga þeirra, gefa þeim skilning á því sem þeim orðum sem við tölum hér í dag, og þú blessir þessa stund og gefur þeim visku til þess að skilja hvað þú ert að segja til okkar í gegnum orðið þitt. Í Emmanuel Yeshua nafni. Amen.
Ask you to bless everybody that are listening. Ask the Holy Spirit to come upon you and give you the wisdom of what we are speaking here today through the wisdom of Solomon, and give them an understanding of what you are telling us. Yeshua. Amen, amen, amen on this beautiful Monday. I got a few names here for you to lift up to God, and I ask you to pray for them, ask God to bless them, ask the Holy Spirit to help them with what they need, and God knows what they need. And the only thing we need to do is pray, and God takes care of the rest. Og ég ætla að nefna hérna nokkur nöfn og biðja ykkur að biðja fyrir þeim, og Guð veit hvað þau þurfa, og eina sem við þurfum að gera er að biðja og þá blessar Guð það sem blessa þarf og hjálpa þeim með það sem þau þurfa hjálp með. Í Immanuel Yeshua nafni. Amen, 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 amen. Og við biðjum ykkur að biðja fyrir þessu nöfnum. Það er Stígur, Tinna, Björgvin, Raggi, Pétur og Palla og Pál og Stefán Pál og ykkur að biðja fyrir þessu nöfnum í Immanuel Yeshua nafni. Amen, amen, amen. And now I'm gonna start to read from the chapter from the wisdom of Solomon. So I'm gonna start reading this in Icelandic, and then I'm gonna play it for you in English, so everybody get to understand this. Ég ætla að byrja á því að fara með þetta á íslensku, lesa það fyrir ykkur. Og hér byrjar 16. kafli í visku Salómons. Egyptum refsað, Ísraelsmönnum bjargað. Þess vegna var þeim makalega refsað með slíkum kvikindum að þeir kvaldir með mergð þeirra. Þeim var refsað þannig, en þú gerðir vel við líf þitt. Til að seðja hungur hans tilgreiddir þú honum lynghæsni til matar, óvanalegt sælgæti. Þegar óvinina hungraði, mistu þeir jafnvel hina eðlilegu löngun í fæðu vegna þess hve kvikindið sem stefnt var gegn þeim voru viðbjóðsleg. En líður þinn fékk ljúffengað saðningu eftir að hann hafði þolað skort hríð. Yfir kúara skyldi koma óumflýjanleg neyð, en líð þínum átti aðeins að sýna hvernig óvinir þeirra voru kvaldir. Jafnvel þegar óargardýr æddu að þeim og iðandi höggormar bitu þá og eyddu þeim, léstu reiði þína ekki gera út af við þá. Þeir voru gerðir hræddir skeið til að vara þá við og hlutu tákn hjálp sem minnti á þá. Lögmálsboð þín. Hver sem leita á tákn var heill, ekki að því sem hann sá, heldur hjálpaði þú sem frelsar alla. Þannig færðir þú óvinum vorum heim sannin að þú ert sá sem frelsar frá öllu illu. Bit engisbretna, flugna deyddi þá og ekkert líf fannst
lífi þeirra til bjargar enda verðskulduðu þeir hengingu af slíkum dýrum. En á börnunum þínum unnu ekki einu sinni tennur eitraðra snáka, því að miskunn þín kom þeim til hjálpar og læknaði þau. Þau voru stungin til þess að þau minntust orða þinna en hlutu skjóta hjálp. Það var til þess að þeim gleymdust ekki velgjörðir þínar eða þau létu sér fátt gæsku þína finnast. Hvorki grös né smysl læknuðu þau, heldur orð þitt, drottinn sem græðir allt. Þú hefur líf og dauða og á valdi þínu, færir okkur niður að hlíðum heljar og leiðir okkur upp þaðan. Maðurinn getur að sönnu deytt annan í illsku sinni, en andan sem burt farinn getur hann hvorki sótt aftur né leyst út. Sál sem dauðinn hefur tekið hagl og manna, enginn getur komist undan hendi þinni. Þú laust hina guðlausu máttu armi þínum þegar þau neituðu að þekkja þig. Á þeim skall fyrnið mikið steypiregn, hagl, sterk viðri sem ekki varð undan flúið, svo eyddi þeim eldur. Undarlegast var þó að eldurinn mátti sín mest í vatninu sem allt slekkur, því að náttúran berst með hinum réttlátu. Stundum lagði bálið sig til þess að það eyddi ekki dýrunum sem send voru gegn hinum guðlausu. Þeir skyldu sjá og játa að réttlætisdómur Guðs bitnaði á þeim. Svo átti bálið það til að funa heitar en annars skerist, umlukt vatni til þess að spilla því sem ranglátt landi gefur af sér. En líði þínum gafst þú þess í stað englafæðu að eta. Þú sendið þeim brauð af himni sem neita mátti án fyrirhafnar og veitti alla unasemd og var allra smekk. Efnið frá þér opinberaði hve mildur þú ert börnum þínum. Það lagaði sig að óskum þess, neytti og breyttist í það sem sér hver vildi. Það þoldi eld, snjór og ís, hélst og þiðnaði ekki. Það skyldi minna þá á að eldur sem brann í haglhríðinni og syndraði í steypiregninu eyddi jarðgróða óvinanna, en gleymdi jafnvel eigin krafti til þess að hinir réttlátu hlytu saðning. Því að sköpun þjóna þér skapara sínum og beiti sér gegn hinum ranglátu til að refsa þeim, en mildast til að gera vel við þá sem þér treysta. Þess vegna þjónaði sköpunin þér einnig þegar þú sendir gjöfuna sem seður alla. Hún tók á sig hverja þá mynd sem þörf krafði. Til þess að börn þín sem þú, drottinn, elskar kæmust að raun það ekki gróður jarðar sem mettar manninn, heldur það orð þitt sem nælir þá sem á þig trúa. Jafnvel það sem eldur vann ekki á, bráðnaði óðar fyrir skamminum sólargeisla, svo að líðum yrði ljóst að þér ber að þakka fyrir sólaruppkomu og þig ber að tilbiðja þegar lýsir af degi. Von hins vanþakkláta bráðnar eins og vetrarhrím og skolast burt líkt og skólp. Í Immanuel, Jesúa nafni, amen, amen. And everybody say amen, amen. So say amen. Amen, amen.
Yndislegt af ykkur. Yndislegt. Og munið, þið eru kirkjan. Þið eru kirkjan. Velkomin frænka. Elskaði Ásta mín. Yndislegt að sjá þig hérna. Yndislegt að sjá svona fjölskyldu sína að koma hérna og fylgjast með á Grace Church Daily Prayer. Og núna ætla ég að spila þetta í King James 16:11 og þetta er Wisdom of Solomon sem var gefið út í King James í afrókrífu ritum og sem hefur verið svona tekið úr flestum biblíum í dag. En við hér á Grace Church munum fara í gegnum Ethiopian Bible sem er 81 rit eins og Mel Gibson gerði og hann að gera nýju myndina með Jesúa og að vera þar í munkaklaustrum og annað og kynna sér það og þetta er svona eftir hvernig hún lítur á svona biblíuna, Ethiopian biblíuna, hún er auðvitað elsta biblían sem að kristni vörðu að 80 þó að sé verið að tala 81 rit eins og Mel Gibson fer inn í en þá líka að tala Ethiopian 88 ritin en það í 81 ritinu eru 88 rit. Þetta er út af röðuninni sem láta niður í biblíuna. Það kemur fram að sé 81 hérna í þessari útgáfu og 88 rit í þessari útgáfu en þetta er nákvæmlega sama biblían með 88 ritunum. Það voru bara flokkuð hérna 81 hérna í þessari og 88 í frumútgáfunni en svo 81 hérna en það er bara út af því að þeir voru ekki að þessi 7 þarna auka þeir tóku þetta bara svona í einn pakka, þú veist, aukarit þarna sem voru og létuðu í einn pakka, voru ekki að sundurliða kaflana og þá koma 88 kaflar hérna en 81 kafli hérna í biblíunni en sama biblía. It's like the Ethiopian Bible, it's got 81 like Mel Gibson, 81 that he's going in. It is the same Bible as the Ethiopian 88 with the 88 scriptures. They just didn't cut the things in more chapters in the 81. They got 81 but 88 in the other Bible, but they didn't do this in the 81
Bible, but has the same words, same chapters, everything in it, but it didn't separate it like they did in the 88. That's why they stands 81 in this one and 88 in this one. But this same Bible, so you get it right. That's why Mel Gibson, he talks about 81, but it's the same as 88. So þetta var hreinu að Mel Gibson hafi verið talað 81, en hann líka talað sömu biblíu sem 88 bækur og þannig þetta. Og við skulum fara inn í næsta kafla og næsta kafla ég fara hérna yfir biblíuna hjá mér, versin snöttið Solomon, what is this? Okay, this is not here. Oh, God. What is this? Wait a minute. Það er maður með mikið í. Mikið í. Problem finding this. Okay, this is not what I'm looking for. This is. Wait a minute. I have to step up a little bit. I have to get a little bit.
ekkert. Yfir fyrir. Nei, þá fer ég bara í burtu. Ég mínus í burtu, þá verður það horfið. Ef ég læt það niður, þá er það farið. Er það inn í rauða? Það er búið. Okay. Found it. Okay. Thank you. I found it. Yeah. Always some technical problems here for me. That's why you're doing everything alone. And it's like I'm getting difficulty finding the things on my computer thing. But God always blesses us. And now, if you are listening, and if you are listening and you haven't received God into your life, you haven't received God into your heart as your Savior, I'm gonna give you the opportunity to have this prayer with me. And God promised to come into you, send His Holy Spirit into your heart, and come inside you, and you're gonna be able to talk to Him and pray to Him, and He's gonna help you with all the things you have in your life. If you have this prayer with me, because this is His promise to you, that He's gonna work inside of you, and He's gonna change you from the inside and make you a better person, make your life a better life, and bless your life. And that's His promise if you have this prayer with me. Og elskaði Gummi minn, myndir ekki fyrst eins, elskaði bróður minn, það var náða og so have this prayer with me. This is a lot prayer. So if you believe in your heart that Emmanuel, Yeshua, walked the earth and He went on the cross, He rose on the third day, and He is alive today, and you accept that in your heart, then He's gonna send His Holy Spirit into your heart, and He's gonna save you. So have this prayer with me. Lord Yeshua, I believe that you are the Son of God,
I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. I believe that you rose from the dead to give me life. Yeshua, I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, renew my spirit, and make me a new creation in you. I open my heart now, and I ask you to come into my life, be my Lord and my Savior. From this day on, I choose to follow you, love you, and live according to your word. Thank you, Yeshua, that through your blood I'm cleansed, forgiven, reborn, and loved by you. In Emmanuel, Yeshua name, amen, amen. And you who had this prayer with me, welcome to the kingdom of God. And now you are a part of the church, because then the church lives inside of you, and your body is the temple of God. And that's how God works. He works inside of you, and He lets the light come out of you. You're gonna shine, and you're gonna be a better person, and people are gonna see this. And this is being a Christian person and doing good things. And in Emmanuel, Yeshua name, amen, amen, amen on this beautiful Monday. And welcome to the kingdom of God. Amen. Nú vil ég hafa frelsisbænina, biðja ykkur að hafa hana eftir mér. Svo hafið þetta eftir mér. Og Drottinn Jesúa, ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú hafi dáið á krossinum fyrir syndir mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsaði mig af allri synd. Ég trúi að það hafi risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesúa, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaðu hjarta mitt, endurnýja anda minn og gerðu mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu Drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. Þakka þér, Jesúa, að fyrir blóð þitt ég ný sköpun, fyrirgefinn, endurfæddur og elskaður af þér. Í Emmanuel, Jesúa nafni, amen. Og ertu velkomin, þú sem áttir þessa bæn með mér í Guðs ríkið, og nú ertu orðin partur af kirkju hans og musteri hans líkaminn þinn, og þannig virkar kristinn dómur. Svo velkomin. Velkomin. Og það skal fara með
Okay. Okay, so we have here on Grace Church Daily Prayer, we have the original prayer that Emmanuel Yeshua taught us, and because in the new version of the prayer that Emmanuel taught us he says, hold us from temptation, but in the new version is like, lead us in temptation. It's not gonna lead us into temptation. It's hold us from temptation. It's like, don't lead us into temptation. It's never gonna do that. That's wrong interpretation of the word, because this is the original. Og eins og kemur fram við erum með orginal fæðivorið, eins og fæðivorið var kennt frá byrjun, og erum með það, og við förum alltaf hér á Grace Church, förum við með orginal fæðivorið, og því að það er haldú okkur frá freistni, en það er ekki eigi leið þú oss í freistni, haldú oss frá freistni. Og út af því að hann fer ekki að leiða okkur í freistni. Það er Guð er kærleikur, og Guð fer ekki að leiða okkur í freistni, og það er ekki þannig. Og því erum við með orginal fæðivorið, eins og það var kennt í byrjun. So I'm gonna have the Lord's Prayer in English for you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done, on earth as in heaven. Give us our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And keep us from temptation, so that we may stand against it, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. In Emmanuel, Yeshua name, amen, amen, amen. And then you know the original Lord's Prayer. This is the original Lord's Prayer. That's why we have everything from the old versions, the original things, not the new things like they have been taking things out of context. We don't do this here on Grace Church. We just give it the words from the Bible like they are, and you listen to them and take and see for yourself
what is man-made and what is from God, because like God gives us warning about this, that the man is always like the Jewish people have been through the years, been going through our New Testament and changing things, and like they made the Scofield Bible in 1917, and everybody had to have a Scofield Bible to have a Bible teaching. This was made by Jewish people that didn't believe in Christ. Eins og með Scofield-biblíuna, sem gyðingar gerðu 1917, að þá þurftur að hafa, út af því hún var með svona leiðbeiningum og annað, og þetta var svona fyrsta biblíuna, þá notaði fólk það til að læra í biblíukennslu, og notaði Scofield-biblíuna sem gyðingar gerðu 1917. Og þetta var, eins og ég segi, afvegaleiðandi, og þá var að túlka í þig að eins og svona, já, manngera drottinn og annað. Og þetta hafi verið að gera í gegnum áraraðirnar og verið svona, já, svona eiga við kristnu trúna, og því gefur Guð okkur alltaf þetta, svo Immanuel segir, engin maður er góður maður, og passið ykkur á því að vera ekki að líta upp til pastorana eða prestana eða páan eða hver sem er að reyna að láta sig á einhvern stall. Þú ert jafn mér. Þú sem manneskja sem ert hér, þú ert jafn mér. Því við erum öll sköpuð í Guðs mynd. Þú sem hefur tekið þá ákvörðun að taka Guð inn í líf þitt, að þá geturðu leitað til Guðs og átt samræðu við Guð, því að þú hefur tekið þessa ákvörðun og Guð getur blessað þig. En þú sem tekur ekki þessa ákvörðun og ert bara með þitt líf og vilt halda því eins og þú vilt halda því, að þá er ekki það með sagt að hann dó fyrir alla menn, ekki bara kristnu eða bara þá sem taka af trúnni. Það er ekki svoleiðis. Það er ekki bara svoleiðis, og hann dó fyrir alla, út af því að það sýnir sig í biblíunni að fólk sem var, þú veist, út af því að Guðspjöllin fara í það að það er fagnaðarerindið er eftir krossveltinguna, þá er fagnaðarerindið, út af því þá er hann upprisinn og þá getur hann sent sinn heila anda til þess að blessa okkur og sendi sinn hjálpara sem er hann sjálfur og getur unnið innan í okkur og hjálpað okkur í lífinu. Og þannig virkar trúin, en
eins og þegar hann fyrirgaf á krossinum, þú veist, og hann segir eins og var að kenna fólkinu að það ekkert maðurinn býr til með sínum frjálsa vilja, hann býr til boðarinn 10, þú lögmálin 10 yfir sér. Það var maðurinn sem bað þetta, Guð gerði þetta ekki. Maðurinn býr til helvíti inn í höfði sér með sínum frjálsa vilja. Maðurinn gerir alla þessa hluti sem þú sérð í gegnum ritninguna þegar að Immanuel, Jesúa, að tala til manns, þá sér maður þetta og þá, þú veist, eins og hann segir, hvernig maður á að vera, að þá á maður, þá segir hann við manns, eins og þegar hann spurður, en þá hann auðvitað spurður hann að passa sig líka á því að þarna er hann ekki búinn að fara á krossinn og klára verkið. Þá kemur hann og segir, elska skaltu sjálfa þig, einnig skaltu elska náungan eins og sjálfa þig og einnig skaltu elska óvininn eins og sjálfan þig. Og við eigum að gera þetta og við eigum að biðja fyrir börnum hans og við eigum að elska alla til lífs og við eigum að biðja fyrir fólki og við eigum ekki, hann segir við okkur, að við megum ekki dæma okkur sjálf og þá Guð ekki að fara að dæma þig og þegar hann kennir okkur þetta, ef við megum ekki dæma, þá hann ekki heldur að dæma. Hann að kenna okkur og það kemur mjög skilmerkilega fram í orðinu og alveg eins og það að það risu upp fleiri 100 manns upp úr gröfum, ekki var neitt búinn að taka við og játast Kristi, að þeir komu upp úr og stigu upp úr gröfunum og gengu jörðina. Og þetta mikla kraftaverk skeiði þegar að Guð fer á krossinn og klárar verkið og þá risu þeir upp úr gröfunum. Og þetta segir allt sem segja þarf, að hann dó fyrir okkur alla. Og það eins og með Biblíuna, það ekki, eins og kemur fram í Biblíunni, það ekki kvaðir til þess að vera kristinn. Það engar kvaðir í því að það ekki skyldurækni fyrir þig að vera predikari eða þú þurfir að fara og gera einhverja spes hluti. Það engar svona kvaðir. Bara trúa og Guð sér verkið, skilur. Guð vinnur innra með okkur, ekki, þú veist, eins og þegar var látið svona inn í kirkjurnar að, þú veist, og misskilningurinn að við leggjum hendur yfir út af því að Guð segir við okkur að segir við lærisveina sína, þið munu geta gert mun meira kraftaverkum en ég hef gert hér á jörðu, því tími ykkar lengri, því að hann gefur hjálparan sem eiginlega andi og gefur okkur hann og þeir leggja hendur yfir fólk og Guð blessar fólkið og læknar fólkið og þeir framkvæma út af því þeir lifa lengur og þeir
þeir framkvæma mun meira heldur en Jesúa hefur gert og þá þá ná þeir að gera meira en það er ekki þeir sem, sko misskilningurinn er að fólk heldur það að það sé orðið einhver guð og heldur það, eins og ég myndi fara að halda það að ég út af því að ég trúi að ég leggi hendurnar yfir fólk og ég lækni fólkið. Nei, það er Guð sem læknar fólkið og það er hans ákvörðun að hvort að hann lækni viðkomandi eða ekki. Það er ekki mín ákvörðun, það er hans ákvörðun. Ég framkvæmi og hann blessar þar og ef hann telur einhvern annan tilgang í að blessa eitthvað, ég er kannski að biðja fyrir þessum hlut kannski fyrir honum og hann sér, nei það er kannski betra við þessa persónu að eiga við þennan hérna kvilla sem þú sérð ekki, að ég fer að lækna hann í manneskjunni. En ég er kannski að biðja fyrir bakmeiðslum eða hinum meiðslunum, en það er kannski eitthvað annað sem er mikilvægara að lækna og Guð fer og læknar það og þannig er það er Guðs vilji og það er Guðs ákvörðun að gera hlutina. Það er ekki mín eða þín hvað Guð gerir við það sem að við gerum þegar við leggjum og biðjum fyrir fólki og við biðjum blessun. Því eins og við tökum fram hérna að Guð veit, eins og við erum nöfn hérna, og Guð veit hvað þarf að eiga við og Guð er með sína áætlun og við sem kristnir eigum að biðja og þá getur Guð framkvæmt það sem hann vill framkvæma. En við biðjum og út af því að við erum trúð og hann elskar okkur og við biðjum fyrir einstaklingnum og þá snýr hann sér að einstaklingnum og læknar sem lækna þarf en við vitum ekki hvað hann gerir. Við erum ekki Guð og þarna er svolítið misskilningur, þetta er eins og maður kallar svona wishful thinking og þarna hefur orðið svona stór misskilningur á að fólk fer að halda að það sé bara orðið Guðir. Like there's been a lot of misconception in churches that because the Emmanuel said like you to his apostles you're going to be able to do much more miracles than I have done because his years were short here on this earth. Then you're going to be able to do much more than me. That didn't mean that that disciples and the people who got Christians, that they were gods and they could do like miracles like
like Emmanuel did, but they got the Spirit from God inside of them, and they were able to pray in His name. And if God saw the need to heal some person, do some things, then He did this. Then He is gonna do this. Then He's gonna heal this person. That's God's decision. That's the Holy Spirit doing His work, because the Helper is inside of us, and we pray that out, and He's God. We are not God. We are just people, Christian people, have the Holy Spirit inside of us, that we can pray in His name, and God can do, when we pray like this, do what He wants with the Spirit. But we are not God. God is God. Emmanuel, Yeshua is God. The Father, the Son, and the Holy Spirit, that's one God, that's God. He made us in the same image. The soul is the Father, the body is Emmanuel, and the Spirit is the Holy Spirit, like the Spirit that He gave us. And we are made in His image. But that didn't make us God. But some people start to believe that they are like these gods, and you see a lot of these circus on stage in churches, like we saw with Kenneth Copeland, all these super pastors doing a lot of staged circus, and like Benny Hinn and all these preachers, and then it comes out a little bit later that they haven't been that loving persons and haven't been following the life of what they were supposed to do, and that godly manner. And so they had these circus, and they were just starting to serve one thing, that was the money god, and that you cannot serve two gods. You cannot do that. There's just one God, and that's why Emmanuel, Yeshua, one time he knocked out tables, did this, showed everybody, you don't do this in the house of God, of asking for money and do this. The house of God is made for love singing to God and Lord's Prayer and preaching. Nothing else. Nothing else. And that's what you read in the scriptures, but they are not following it. They go
and are always asking for money. Money, 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 money. And this is not right thing to do when you are running a house of God. Then you have to separate these things from people. Of course, and if you want to bless something, bless it. You can bless it with money. Like he says, if your cup is full, you got a lot of money, because God tells you, don't let money control you. So if your cup is full and it's overflowing, give it to your neighbor and help your enemy, then he's not gonna be your enemy anymore, because you are praying for him and God is working in him and you are blessing people. And this is what he wants. And then nobody is gonna need food on the table, because there's enough food on this earth for everybody. And this is the thing that God wants to happen here on earth, because he loves you. He loves us all very deeply. And it doesn't matter if you're a Muslim or you're a yoga, or you were doing something like, it doesn't matter. It doesn't matter if you're like you always the children. We are all children of God, and that's not me to go and judge things. Like people say, I got a diploma. Because I got a diploma, because I'm learned pastor in Baptist, and I'm learned grace pastor, and I'm learned evangelist pastor, and got diplomas, but learned for many, many years, but it doesn't give me the right to judge. But these people go and they are going and judging, like, because they say, I'm a preacher, and then I'm allowed to judge. But you're not a preacher, then you are not allowed to judge, because I'm in these higher rankings, and because I'm running this. And then you go to it's like the Catholics. It's like the Pope is like playing a god, and you have the bishops, and they are playing gods, and they go like, I got the right to judge things here, but you, the person here, you don't have the right to say nothing against what I say, because I'm a bishop and I'm this and this and this and this. No. No, it's not like this. That's why God says everybody is equal. Everybody is equal. God loves us all. But we are brought up in bad neighborhoods,
bad countries with bad habits. We got something like in the world, we got a lot of issues between countries. People are like fighting over nothing, like it's like just kiss and make up. It's just like, hey, stop this foolishness. But it's like always like, bomb this and bomb that, and then you bring up your kids learning because they lost their parents or they lost their uncles. Then you're gonna they're gonna learn from the older ones, and you're gonna teach them to hate. And this person is, because this is a young, innocent child grown up in this. This is a pure, like God says, this is pure. This is pure. Children are pure. And you bring them up in these bad habits. And of course, they're going to learn from the older ones. And then they start, because they get older and older, and they are learning from the older ones to hate the other person from the other country, or this one, the neighbors, or doesn't matter what it is. If we are like this is what happens. It's like, it's lovely to see you, Baldur. I love you, my brother. Gott hafa Baldur Einarsson. Like Baldur, he knows what I'm talking about. If we teach people to get this all wrong, you're brought up, like he's teaching, he's helping people out with marriages, and he's helping people out, and with children and stuff. We have to teach them from the ground up to love each other. And we're supposed to do this, not go like learning to hate somebody because they are believing in something, or blah blah blah, something like this. And people use this for their purposes, to get people to fight each other. And this is wrong. That's why say God is love. That's why God loves you. He died for all of us, not just the special people. He died for all of us. He died for me, and he died for you. And he gave his life to show you that he loves you and he cares for you, and he wants a better life for you. And that's why he always teaches us, love each other, don't judge, love each other. And this, like here on Grace Church, we are like we say always,
feður, verið góðir við konur ykkar. Konur, verið góðir við mennirinn ykkar. Verið góðir við börnin ykkar. Biðjið fyrir familíum ykkar. Biðjið einnig fyrir náunganum og elskið náungan. Biðjið einnig fyrir óvini ykkar og elskið óvini ykkar. Og þá mun Guð svo sannarlega blessa ykkur því að við erum öll börn Guðs. So like we always say here on Grace Church, remember, husbands, be good to your wives, and wives, be good to your husbands, be good to your children, pray for your family, pray for your neighbor, love your neighbor, pray for your enemy, love your enemy, and then God is surely going to bless you because we are all children of God. And this is the key. Be good to each other because God is love and He loves you. And that is 100% certainty that you have. He loves you. Og vona að þetta hafi verið blessandi stund fyrir ykkur og með Guð blessi ykkur á þessu yndislega mánudegi og við elskum ykkur hérna á Grace Church og eigið yndislega mánudag. Og allir segja Amen á þessum yndislega mánudegi. And like we say, Grace Church, we love you here from Grace Church, and have a wonderful, wonderful Monday, and everybody say Amen. And we're gonna see you tomorrow, and we love you. Bye-bye. Bye-bye. See you guys. Yndislega að ykkur hérna, elsku vinir. Bye-bye.